Meltingarfæri þorsksins eru í hávegum höfð á árlegu kútmaðakvöldi Lionsklúbbs Keflavíkur. Hundruðum maga hefur verið safnað saman af áhöfnum tveggja skipa sem nú hafa verið hreinsaðir og bíða þess að verða fylltir fyrir sjávarréttaveislu Lionsklúbbs Keflavíkur sem haldin verður í lok mánaðarins. Sjónvarp Víkurrétta heilsaði upp á Lionsmenn sem voru í magahreinsun. Segðu mér aðeins fyrir undirbúning fyrir kútmaðakvöldi, hvernig fer þetta fram? Já, þetta hefst þannig að við byrjum á að safna okkur kútmögum og það gera nú aðalega tvær áhöfnir, það er skipshöfnin á Erling og svo hef ég fengið 150-200 maga frá frænda mínum sem er á verði frá Grenivík en hann veiðir mikið á halamiðum og þar er fiskurinn aðeins smærri og kútmagarnir þar á leiðandi minni. En síðan tökum við alltaf einn laugardagsmorgun í að þrífa þetta og síðan fristum þetta svo aftur og setjum svo í þetta daginn fyrir hátíðarkvöldin sem er núna 27. febrúar. Fyrir þá sem ekki vita, hvað er kútmagi? Kútmagi er náttúrulega meltingarfærið í fiskinum. Það eiga á hvert mannsbarn að vita sem að komið er upp úr barnaskóla hvað kútmagi er. En það sem þið tróðið í hann? Það er aðalega 3 sortir, við setjum lifur, sumri vilja bara liframaga, þá setjum við bara svona góðan lifrabrott í magan og nýtum fyrir og svo er það náttúrulega mjölmagarnir þar sem við hrærum saman lifur og rúmjöli. Og svo höfum við núna nokkur ár, þá höfum við bætt hrognum, skerum bara upp hrognið og tökum himnuna frá og hrærum hrogn saman við þessa blöndu, lifur og rúmjöl og þetta hefur líka alveg sérstaklega vel. Nú viðbót við þetta þá snúum við hrognum, við skerum þannig að brækurnar aðskiljast og svo snúum við og fyllum hrognið með svona blöndu eins og við setjum inn í kútmaga. Og þetta er náttúrulega algjört sælgæti líka en það þarf náttúrulega þegar búið að snúa þessu við og setja inn í þetta, þá þarf að vefja þetta með filmu þegar þetta er soðið. Og svo þarf að passa að sjóða þetta allt saman vel. Kútmagana þarf að sjóða í klukkutíma og 3 korter, passa það vel. Þannig að þá verður orðnir mjúkir og fínir. Já, ég vil bara koma fram þakklæti til áhafnarinnar og Erling og verði frá Grenivík og svo náttúrulega útgerðarmaðurinn hérna sem að skapar húsnæði og svo ráefni, hrogn og lifur. Og svo er náttúrulega stórkokkurinn Axel í skólamat og hann náttúrulega, og hans menn sjáum að elda þetta allt saman og það er ekki bara þetta sem er verið að snæða þarna á þessu hátíðarkvöldi, það er bara sjávarrétta hlaðborð. Þannig að ef menn hafa áhuga fyrir að koma, þá er ekkert annað en að hafa samband við Lionsmennina og þeir útvega miða. Þetta er alveg gjafverð að komast á svona hátíð fyrir 7.000 krónur. Og hvar verður veislan haldin? Veislan verður haldin í sal Frímúrara. Og hvenær? 27. febrúar, föstudagskvöld.